Ok, það sem ég langaði að byrja aðeins að tala er þessi rafeindatækni í fablabinu og akkur erum við að nota þetta og yfir höfuð akkur erum við bara að nota rafeindatækni. Og við þekkjum það sem mannfólk að við heyrum, sjáum og finnum eitthvað bragð og finnum eitthvað lykt og getum snert hluti. En að öðru leyti erum við nokkuð takmörkuð þótt að þetta sé reyndar alveg nóg í bili. En svo erum við einhvern veginn í þessum heimi í kringum okkur, þar sem alls konar stjörnur og jörðin og alls konar vísindi. Og við myndum vita tiltölulega takmarkað ef við hefðum ekki allt þetta rafmagnssvið í kringum okkur og þið sjáið að það sem búið að hringa þarna utan þetta sýnilega svið sem að sýnir manni í raun og veru hversu mannfólkið er takmarkað þegar kemur að skynjun. En með krafti náttúrulega rafeindatækninnar erum við með alls konar skynjara sem við höfum búið til og jafnvel, þú veist, eru hugmyndir það hvort við förum síðan að ígræða þetta í okkur og þess áttar. En með öllum þessum skynjar og með þessum rafeindatækni opnast allt í einu möguleikar á að uppgöta alls konar hluti sem að við hefðum engan veginn geta uppgötað bara með því að þefa. Og hér er náttúrulega mjög gott dæmi geimfar sem við höfum sendt út fyrir sólkerfið og höfum þannig með uppgötað alls konar hluti. Og hér er náttúrulega heilmikil rafeindatækni komin inn og hefði verið ómögulegt án þess. Og síðan til að svona í grunninn til að einfalda þetta niður, þá snýst þetta mjög oft bara að vera með þessa skynjara sem að fara í gegnum einhver process og jafnvel geymu við þetta sem við erum farin að geyma einhver gögn og svo getum við jafnvel tekið gögnin og processin og gert eitthvað við það. Og hér er svona nokkur dæmi hvernig það geti litið út og það er auðvitað að tengja það við hljóðrásir þar sem við erum með einhver mikrofón og til að gera eitthvað við merki þá getum við magnað það út og senda aftur á hátalara. Og þetta hérna getur bæði verið algjörlega analog process eða digital process og hér er kannski frekar svona dæmi digital process á þessu þar sem við erum með einhver disk sem að snýr sem að sendi frá sér einhverja púlsa sem að fer síðan inn á svona digital teljara þar sem við getum síðan sett outputið á einhver display og geymt gögnin þar sem við værum að telja pakka eða eitthvað lag sem að fer gegnum eitthvað hlið eða það getur verið hvað sem okkur dettur í hug. Og síðan hér er eitthvað svona reglun þar sem komið eitthvað svona feedback þar sem að við getum verið með einhvern hita og skynja hitastigið, þetta inn á einhverja tölvu og tölvan getur kveikt og slökkt á hitastiginu eftir tíma dags, eftir í hvaða hitastigi við viljum halda og þess áttar. Og síðan ætla ég bara rétt að fara yfir svona íhluti. Annars erum við með íhluti sem að eru svolítið gamaldags eins og þessir hérna sem að fara í gegnum hérna plötuna og hér er eitt lingo sem er þetta PCB eða Printed Circuit Board sem við munum fara að smíða þess áttar og á mjög einfaldan máta er eina hlutverkið hennar er að tengja saman þessa íhluti. Því að það væri frekar ekki gott að tengja þetta allt saman og bara vefja þetta einhvern veginn saman. Þannig að við notum prentplötuna til að búa til þessar tengingar sem eru síðan oft notaðar líka í skrautformi til dæmis á þessari lestastöð í Boston. En svo tölum við líka íhluti sem eru PHT eða Plated Through Holes og þeir fara í gegnum plötuna en eru á mörguleiti dottnir út og við sjáum ekki mikið af því í dag en þið sjáu enda að þið takið prentplötur úr tölvum eða þess aftar þá eru oft tengi eða hluti sem að þurfa að hafa einhver styrk þau fara í gegnum plötuna eða ef að íhlutinni þurfa að vera með mikinn kraft eða einhvern veginn svoleiðis eins og þjættar þá eru þeir ennþá notaðir. En að öðru leiti er mest megnis komið í SMD eða Surface Mount Device það sem að íhlutinni liggja bara ofan á plötunni og geta þar að leiðandi verið töluvert minni sem að gerir á kannski aðeins erfiðar í meðhöndlun og þess aftar en þetta hefur samt þann kost að það getur minnkað þessa plötuna helling
og líka þegar við erum að búa til plötunar með íhlutum sem fara í gegnum plötuna þurfum við alltaf að búara út fyrir þeim sem að getur verið svolítið maus, en þegar að íhlutinni liggja ofan á plötunni þá þurfum við í raun og veru bara að fræsa koparinn í burtu. Svo eru fleiri svona verkefni hérna úr akademíunni, gott verkefni hérna til Siggu sem að bjó til handahófskennda ljóðavél, og það var hann að vefmyndavél sem skynjaði þegar manneskja fer fyrir framan vélina og þá snúast öll þessi hjól og þess háttar og búa til einhver handahófskend ljóð fyrir viðkomandi. Gerir leikur sem að nota skjaldbökur og segulsvið til að kveikja og slökkva á ljósanum. Lítið box hérna sem að býr til hljóð eftir í hvernig ljósmagnið skín á hlutin. Og hér er verkefnið það sem að þetta er svona solar box til að hlusta á sólina sem að tekur í raun og veru live data af vefnum, af sólarstormanum og sólblettanum í sólinni og spilar það út í hljóðtíðni sem að má deila hvort það sé fallegt eða ekki, en enga síður áhugavert. Og hér er líka svona góð feedback rás af rofa, þegar þú kveikir á rofanum og það kemur feedback frá armi sem að slekkur aftur á honum og hægt að útfæra þetta á marga vegu og er eingöngu gert til skemmtunar, en það er mjög mikil skemmtun í henni. Og svo er bara nokkra bækur hérna sem að ég vil benda ykkur á sem er á þessi góðar og aðgengilega bæði á netinu og bókasafnum. Þessi hérna upp í hægra horninu er svona Legend bók sem að er svona biblía rafeindavirkjunar sem heitir The Art of Electronics og ætti að vera til á öllum betri heimilum. Og hérna niður í hægra horninu eru kannski svona uppáhaldsbækuna mína fyrir byrjendur frá hérna Forrest Mims sem að ég mæli með. Það er alltaf mjög flottar og vel teiknaðar. Og svo er efni á netinu sem ég getur fundið hérna frá Adafruit og Sparkfun sem eru alltaf bæði að selja hluti, en eru líka engar síður búin að gera mjög öflugt kennsluumhverfi og mikið af góðum fróðleik frá þeim. Make Magazine finnið helling þar líka, og ef þið viljið kafa enda dýpra þá getið aðtugað ná sem EVV-blogg sem að fer enda dýpra í hlutina. Og svo eru fleiri podcast líka en ef þið eru að hlusta á podcast. Þetta var bara kynningin á þessari rafeindatækni sem á sér stað í fablepunum og akkur við erum að nota þetta. Þetta er náttúrulega ansi gagnlegt að geta skynjað hlutinni í kringum sig og oft viljum við jafnvel fá einhverja hreyfingu á verkefnin okkar og náttúrulega í Fab-akademíunni er nauðsynlegt að þetta sé til staðar í verkefnunum. Fyrir þau sem eru að horfa á YouTube þá segir maður alltaf ekki að subscribe og íta notification bellið og við sjáumst í næstu vídeó.